Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í Klettur. Þessu sinni ætla ég að bjóða ykkur með mér í ferðalag austur á land. Og það að byrja sumarfrí og landinn fer að storma þjóðvegi landsins og rétt að benda ykkur á nokkra athyglisverða staði á Austurlandi sem eru þess virði að staldra við. Nú ætlum að byrja í Möðrudal en þar satt lengi á síðustu öld Jón Lokkur Stefánsson, svona eins konar þjóðsagna persóna. Nú kirkjan hans sem hann byggði sjálfur með eigin höndum vekur athygli í Möðrudal, ekki síst altaristaflan sem Jón málaði sjálfur. Og svo var Jón líka vís til þess að syngja fyrir gesti sína. Þeim skal ég gefa 7 tunnur rauðaguls, 7 sinnum það sagt mér, syngið þetta vessi hver. Þeim skal ég gefa 7 tunnur rauðaguls, 7 sinnum það sagt mér, syngið þetta vessi hver. Forfaðirinn Jón Stefánsson sem bjó lengi hér í Möðrudal, frægur fyrir söng í kirkjunni, byggði þessa kirkju á eigin höndum í orðsins fyrstu merkingu. Syngur það líka? Nei, ég er alveg, þetta er ekki erfst, allavega ég er ekki byrjaður en þeir segja svo sem að Möðrudalingar byrja ekki að syngja eða mála fyrir að vera 60, þegar ég verður bara að sjá til hvernig það verður. Þegar nýr vegur var lagður yfir Möðrudalsöræfin fyrir nokkrum árum, þá sögðu margir, það þýðir ekkert að vera lengur með ferðaþjónustu í Möðrudal. Nú, Vilhjálmur Vernharðsson var á öðru máli og hann og kona hans reka nú hér myndarlega ferðaþjónustu. Reynslan er góð og ferðaþjónustan er rauninni bara miklu skemmtilegar eftir að vegurinn var færður. En við byrjuðum náttúrulega þegar árið sem vegurinn var færður og þetta er orðið miklu skemmtilegri ferðaþjónustu í dag, miklu skemmtilegri. 7 sinnum það sagt mér, syngið þetta vessi hver. Þeim skal ég gefa 7 tunnur rauðaguls, 7 sinnum það sagt mér, syngið þetta vessi hver. Þeim skal ég gefa 7 tunnur rauðaguls, 7 sinnum það sagt mér, 7 sinnum það sagt mér. Nú, fyrst við erum komin í Möðrudal, þá liggur nú beinast við að renna niður í Vopnafjörð. Þangað liggur núna beinn og breiður malbikaður vegur. Við ætlum að byrja á því að koma við í Bustafelli, en Bustafell er snarbratt fyrir ofan bæinn Bustafell og það er gaman að staldra við á fellinu og horfa yfir sveitina. Ég verð að passa mig að hreyfa mig ekki mikið, því ef ég fer hér til hliðar eitt hænufell, þá hrapa ég fyrir björg fram af Bustafelli. En hérna fyrir neðan fellið er höfuðbólið Bustafell og þar er stórt og mikið og merkilegt safn. Við skulum byrja á því að kíkja þangað. Já, það sem við höfum kalla sérstöðu safnsins er að það segir svo langa sögu. Þetta hús sem við höfum verið að skoða hér í dag er byggt árið 1770 eftir bruna, endurbyggt eftir bruna og það var búið í því allt til 1966 og hér má finna hluti og minjar frá öllu þessu tímabili. Þannig að við reynum að segja eins langa sögu að við mögulega getum þegar við leiðum fólki gegnum safnið. Og er þetta sama ættin sem hefur verið hér kynslóð af kynslóð? Já, 1532 er það Árni Brandsson og Úlfheiður Þorsteinsdóttir sem voru þeir fyrstu af þessari ætt sem að flytja hingað og býr hér enn þessi ætt. 1966 þá fluttu þau yfir í nýja húsið sem stendur hér við hliðina en þess má kannski geta að þau notuðu fjósið allt til 1978. Þannig að það er ekki svo langt síðan að þessi hús fór í fullri notkun. Og þá, það er lengra síðan að minjasafnið eða þjóðminjasafnið tók bæinn yfir og gerða safnið þannig að þetta hefur þá verið lifandi safni á ársins fyrstu merkingu fyrstu áratugina. Já, heldur betur því að það er 1943 sem að Metúsalem selur Íslenska ríkinu bæinn og þá er hafist handa fyrst við að gera aðeins við hann var orðinn frekar lélegur en það er í kringum 49 sem að þau byrjaði að sýna bæinn þannig að þau bjuggu í safninu og sýndu það sem slíkt í næstu 20 ára áður en þau fluttu yfir í nýja húsið.
Var kannski ekki svolítið gaman að reyna að stíga skrifið tilbaka og gera bæinn meira lifandi fyrir þá sem komu og vilja skoða og kynnast lifnaðarháttum fólksins fyrir á tímum? Það væri óskaplega góður og fallegur draumur og ég myndi svo gjarnan vilja sjá það því að húsið sem slíkt segir sína sögu, gripirnir segja sína sögu, en svo það verkhefðin sem við þurfum líka að halda í og það eitthvað sem að við viljum gjarnan sína. Á hverju ári þá erum við með allavega 2 daga þar sem við fáum sjálfboðaliða, eldra fólk úr samfélaginu til þess að koma hingað og sitja hérna við og kempa og spinna og hella upp á, búa til lummur og fleira, akkurat til þess að sýna unga fólkinu okkar hvernig var að búa í svona bæ og hvernig hlutirnir voru gerðir. Það var kátt hérnum laugardagskvöldið á Gili, það kvað við öll sveitin að dansi og spili. Það var hó, það var hó, það var hæ, hann hálfsláki æringi austan af landi, úti í túnfæti dragspilið þandi, æ dótteli, dótteli, dótteli. Hallgrímur, þú ert nú ekki að koma hérna í Bustafell alveg í fyrsta skipti? Nei, ég byrjaði að vinna hérna þegar ég var 17 ára og þá var ég hér vor og þá var verið að rífa niður og byggja upp bæjardyrdar. Var ekki alltaf mikið verk við þessa gömlu bæ? Rosalega mikið verk. Það var allt að gera með höndunum. Meira segja var torfið allt skorið með höndunum á þeim árum. Það hefur verið þræla að vinna. Já, það var það. Varstu sjálfur fæddur og uppalinn í svona torfbæ? Já, ég ólst upp á Þorbrandstöðum og þar var þessi vinna náttúrulega í gangi að hlaða upp gamla veggi ef þurfti og öll hey voru torfþækin og hlaðið upp að þeim á haustin og reyndi að gefa svoleiðis innan úr veturnar að stæði eins og hvelfing torfið þegar búið að gefa úr heyrum. Þannig að þú hefur lært hlæðsluna bara leið og lærðir á hverið. Já, má segja að ég hafi lært það einlega undan hverinu. Því að ég fylgdist náttúrulega með öllu sem var verið að gera, en kannski ekki þáttakandi nema bara mók upp í vegginn fyrst. Bam 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 bam. Við erum hérna í baðstofinu og hér eru ótal munir sem allt og langt upp að telja, en var þetta baðstofa fyrir allt vinnufólkið? Já, í upphaflega var þetta baðstofa fyrir allt vinnufólkið. 1770 kringum 1870 þessi baðstofa minnkuð aðeins og það var þá fyrir vinnukonurnar. Þá var búið til pilthús hér niðri þar sem að piltarnir fengu að gista. Var kynunum stíjað í sundur sem sé? Já, af einni eða annari ástæðu sem að menn geta nú bara reynt að finna upp hjá sjálfu sér að þá voru piltarnir sendir á neðri hæðina. Það voru náttúrulega góður á dýr þegar þetta var gert að safni hvernig átt að varðveita þennan bæ, því að það var vitað mála að leið og fólk hætti að búa í honum að þá myndi hann grotna niður á örfáum árum. Þannig það í rauninni sami við fjölskylduna að búa hér áfram. En þau vildu náttúrulega fá einhver ákveðin þægindi til þess að geta hugsað sér að búa hérna áfram og þess vegna grafin út torfveggur sem var þarna fyrir og byggð úr steinsteypu 3 herbergi sem salerni, kyndiklefi og nýjasta eldhúsið í bænum og má í rauninni segja að passi kannski inn í þá sögu sem að safnið að segja sem þessi þróun sem hafa orðið í gegnum áratugina, hvernig fólk hefur aðlagað húsið sem upphaflega var byggt að hverju og einu tímabili. Þannig að það kannski rekur einhver upp stór augu og segir þetta nú eiginlega alveg nýtt. En það bara segir það að hérna eru munir allt frá fyrr á öldum þegar byggðin hófst og til 1966 þegar síðast var búið í bænum. Það einmitt þannig. Það til dæmis hlóða eldhús og þar margvísleg tæki til eldunar, til mjólkurvinnslu og svo áfram mætti telja. Já, þar inn í hlóða eldhúsinu sem elsta eldhúsið í bænum. Þar
Það eru tvær hlóðir, bæði með þessum risastóru sláturpottum sem að maður sér frá fyrri tímum. En svo sjáum við líka þvottavél sem var notuð allt til 1957 og var notuð hér á Hámundarstöðum í Vopnafirði, þar sem að fötin og vatnið voru sett í og svo börnin notuð sem vélarafl til þess að þvo fötin. Vegir liggja til allra átta, á þeim verða skil, margrið þrautin þungra nátta, að þjást og finna til og bíða þess að birta á ný og bleikur morgunur rísi, nú strýkur blærinn stafn og þinn, stynjandi garðsins rísi. En þú varst hér við gamla bæinn á Bustafelli til skamms tíma, ekki? Sko, ég var þarna 2 eða 3 vor þegar ég var unglingur, en svo varð hlé því að ég flutti frá Þorbrandstöðum langan tíma. Svo kem ég þar aftur 69 og síðan má heita sleitulaust meðan ég hafði vinnið þreka, ég væri hérna hverju ári eitthvað. Þetta er löng og mikil saga sem að bæri segir. Já, mjög mikið. Og það er náttúrulega búið að safna saman hérna sko dóti sem ekki var til á Bustafelli þegar að Metúsalem afhendi bæinn, en þetta fellur nokkuð vel inn í hérna, því þetta er náttúrulega allt frá gamalli tíð. Hvað finnst þér þá stöðu þjóðarinnar í dag? Erum við ekki orðin allt of góðu vön og heimtufrek? Við erum náttúrulega rosalega heimtufrek. En hérna má samt lesa heilmikla sögu þróun byggðar í Vopnafirði í margar aldir. Já, það má. En þetta er náttúrulega höfðingjasetur, má segja. Hér voru sýslumenn og góðir bændur. Þetta er góð bújörð. Það er nú einu sinni þannig að flestir torfbæir sem að haldið er við, það eru höfðingjasetrir. Já, en sko, það eru sára að fá kottbíli sem eru í viðhaldi, sem er náttúrulega vond. Það fá kannski ekki alveg rétta mynd. Útlendingar fá ekki rétta mynd af fyrir tíðar Íslandi. Það er á Galtastöðum fram, þar er varðveitt fjósbaðstofa og það er svo eina sem ég veit hér austanlands. Sumarkvöldið sátum þar og sólarlag í blíðum sunnanfell og litla blómið fagra við fundum í fjólu kvandi þar var Maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. Það er, á hverjum degi finnur maður einn hlut sem að maður hefur ekki kynnt sér nógu vel eða sér aðra hliða á honum eða er að hugsa annað tímabil. Og það er mjög mikilvægt að vita akkurat minn uppruna og hvaðan ég kem. Það er nú þannig að meira að segja faðir minn er fæddur í Torfbæ og ég var nú svo heppin að alast upp með ömmu minni líka, þannig að þetta er ekki svo langt frá okkur. Nútímanum í dag. Breytingarnar gerðust svo ört. Geturðu hugsað þér að búa í svona bæ? Nei, ég held ekki. Það er kannski helsta ástæðan fyrir því er að eins og ég nefndi áðan að amma mín, hún átti þannig til að fara með mig í gamla Torfbæinn heima á Haugum þar sem ég er alin upp. Og einhvern tímann lét ég þau orð falla við hana, mikið vildi ég nú óska þess amma að ég gæti pröfað að búa í svona bæ. Hún var hálf reið við mig, gamla konan, og sagði að ég skildi skammast mín, því að ég vissi ekki hvað ég talaði. Ég hefði aldrei búið í svona bæ og þvílíkur raki og saggi, ég skildi vera glöð með það sem ég hefði í dag. Er það ekki einmitt málið, ef ekki að vera þakklátt fyrir það sem við höfum? Jú, það er nefnilega málið, vegna þess að við eigum ekki að sjá þessi torfhús í einhverjum rósarauðum bjarma. Það var erfitt líf að búa í þessum bæjum og við eigum að vera þakklátt fyrir það sem að við höfum í dag, en við eigum alls ekki að gleyma hvaðan við komum.
svo margt að minnast á, frá morgni æsku ljósum, vorið hló við barnsins brá og bjó sig skart af rósum. Það eru leysingar í ám og það belja eins og stórfljót sem venjulega ekki nema litlir lækir. Nú við skulum kynna okkur aðeins fuglalífið, kynnumst til dæmis gæs á Skjöldástöðum sem stendur í þeirri meiningu að hún sé húsönd því hún búin að gera sér hreiður inn í fjárhúsi. Við ættum geta eina nátt, varðanda látið drauma, dalinn ljúf í austurátt, þar átti mamma heima. Nú álftir, þær verja sín hreiður og gefa ekkert eftir. Þótt löngu séu liðnir hjá, þeir ljúfu fögru morgnar, þá lifnar yfir öldurs brá, þeir róma raddir fornar. Hver endur minning svo hlý, að iljar kaldu hjarta. Hver saga forn, hver saga ný, sólskins daga bjarta. Útvarp Reykjavík, Ríkisútvarpið býður yður góðan dag og verið velkomin á fætur. Eflaust þekkja margir þessa þægilegu rödd sem vakti Íslendinga værum blundi á hverjum einasta virkum morgni til margra ára. Þetta Jón Múli Árnason, en á efri hæðinni í Kaupfangi búið að koma upp myndalegu safni til minningar Jón Múla og Jónas Árnason bróður hans. En hvers vegna safnum þá bræður í Vopnafirði? Það góð spurning Gísli, vegna þess að sjálfsagt í hugum flesta Íslendinga ekki tengsl mikil við Vopnafjörð, en engu að síður það svo að sú staðreynd að þeir eru fæddir á Vopnafirði og annar 21 og hinn 23 og þó þeir ekki lifa hérna lengi, þá gripum við tækifærið og gerðum það á okkar. Þeir kom oft í Vopnafjörð og þótti ákala vænt þennan stað og þeir kölluðu sig Vopnfirðinga þó rætu þeirra lægjur reyndar annar staðar. En fyrst og fremst eins og ég segi ástæðan fyrir að við réðumst í þetta stóra verkefni sem að Múlastofa bara svo staðreynd að minnst í mínum huga þá fannst mér svo mikilvægt að sem sagt, líf og list þeirra hún yrði föngum með einhverjum hætti og þetta niðurstaðan Múlastofa Vopnafirði. Þessi stofa hún raun og veru rekur sögu þeirra bræðra beggja og reyndar foreldrana líka. Hún gerir það. Það byrjar á því þegar sagan sögð að því þegar faðir lendir hingað á Tanganum, hann fyrir að vinna hérna hjá Hilduverslun sem kallaðist Framtíðin og hús það sem hér stendur ennþá hefur alla tíð haldið því nafni og þeir fæðast hér eins og ég sagði áður 21 og 23 og þó þessi ungir þeir fara hérna þá hafa þeir þessi tengslinga. Við náðum því að fá þá hingað til okkar með fullu samþykki fjölskyldubeggja. Hérna eru munir í setrinu sem við höfum fengið að láni hjá þeim og eru hér til varðveislu öllum þeim sem áhuga að koma til Vopnafjarðar til sýnis. Ætli fyrirmyndin að Bjarti Sumarhúsum hafi búið hér í Jökuldalsheiðinni. Það skyldi nú aldrei vera. Hugsanlega var Bjartur í Sumarhúsum til í öðrum hverjum Íslendingi í upphafi síðustu aldar. Það þurfti dálitla sérvisku og hörku til þess að byggja heiðarbílinn á Íslandi. Hérna í Sæmundarseli í Jökuldalsheiðinni
hefur bærinn verið endurbyggður eins og hann var þegar hér var búið. Þessi bæir sem verið að sýna eru svona bustabæir sem voru sýslumannssetur og prestasetur og þetta svona meiri almúga bær sem bara venjulegir Íslendingar fjölskylda átti og þetta svo sem ekki merkileg bygging en samt góð. Svona var þetta? Svona var þetta. Hér stóð bær með burstir 4, hér stóð bær á lágum hól, hér stóð bær sem bensku minning, vefur bjarmað morgun sól. Hér stóð bær með blóm á þekju, hér stóð bær með veðruð þil, hér stóð bær og veggja brotinn, en það ber við lækjargir. Ég komin heim í Heiðardalinn, ég komin heim með slitna skó, komin heim að helsa mömmu, komin heim í leitar ró, komin heim til að hlusta á lækin sem hjalar við Mosató. Ég komin heim í Heiðardalinn, ég komin heim með slitna skó. Nú, það til fræg mynd af ungum dreng, 11 ára gömlum, sem stendur hérna í bæjardyrunum í Sænotarseli. Það var Eðvarð Sigurgeirsson sem tók þá mynd. Nú, þessi strákur ennþá hérna í Sænotarseli, hefur að vísu aðeins brugðið sér á bæ af og til. Núna hann aðalega að steikja lummur eða bera fram kaffi eða segja gestum sögur. 43, við fórum í júli, svona síðust daginn í júli. Og þá fór Sænotarseli í eyði? Þá fór Sænotarseli í eyði endanlega. Þá til núna byggtar upp bara til að sýna gestu. Og þú stendur hér við bæjardyrnar enn? Já, ég fæddur 31. Og hvað ertu gamall þegar þið farið hérna? 11 ára. Og hvernig var lífið hérna í gamla bænum? Ég man ekki út af öðrum, bara það gengi bara vel. Og leiði ykkur vel? Það var alltaf nóg að borða með skoti. Já, okkur leiði ágætlega. Við fundum ekki fyrir neinu öðru. Krakkandi. Við vorum 5. Hvernig er þetta í minningunni, lífið í gamla bænum? Var það... Já, það ágætt. Aldrei kalt? Já, maður sér það nú núna, það hefur svolítið verið kannski kalt stundum, en menn voru náttúrulega bara í prjónafötum eins og mist. Klæddu sig í samræmi við það? Já, það breyttist þarna síðust árin sem ég man eftir. Þá komu gúmmístígvél og gúmmískór. Það breyttist allt við það, sko. Þá voru menn ekki svona blautir í fætur eftir það. Var það kannski mesta byltingin á síðustu öld? Já, Nokia gúmmístígvél frá Finnlandi. Það var alveg bylting og líka fyrir þá sem stundu heikap í flóunum. Gáttu menn loksins verið þurrir í fæturnar? Já. Ég vil fara upp í sveit, þar í sumar vil ég vinna, veit ég þar margt að finna. Ég vil reyna eitthvað nýtt, því ég veit að allir elska kaupa konu. Svarthvíta hetjan mín, svarthvíta hetjan mín, hvernig ertu í lið? Það hafa löngu verið svolítið sérstakar málvenjurnar hérna á Héraði. Og þegar menn eru hér í Fellabænum, þá tala menn að fara austur yfir, þeir fara yfir til Egilsstaða, yfir gömlu góðu Lagarfljótsbrúna. En þegar þeir koma tilbaka aftur, þá fara þeir norður yfir. Sem sé austur og norður eru gagnstæðar áttir hjá héraðsmönnum. Nú í húsinu sem við sjáum hér fyrir aftan mig var einu sinni verslunarfélag, en núna þarna hárgreiðslustofa og líka bókakaffi. Nú þar lifandi músík í hádeginu og við skulum kíkja þar inn. Ég hef grunum að minnskosti hluti af gömlu góðu dúkkulísunum sé að spila þar fyrir matagesti. Hér var náttúrulega bókabúð Sigbjörns Brynjólfssonar. Ég bý hérna rétt hjá. Ég var alltaf að keyra hérna framhjá og mér fannst einhvern veginn eins og það yrði að gera svona kaffihús hérna. Ég hafði samband við eigandann og hann var bara mjög jákvæður og þá fór boltinn að rúlla. Það þurfti náttúrulega að breyta svolítið húsnæðinu og það var fullt af bókum hérna, en þær eru nú hérna ennþá. Ég fékk að hafa þær bara áfram.
og hugmyndi var að þetta væri bara svona notalegt, þetta væri svona eins og að koma bara inn í stofu hjá fólki, hjá bókafólki, það sem eru bara bækur allt og mér finnst það svo notalegt að hafa bækur, það hefur svo góð áhrif á mig. Halló, vill ekki einhver hlusta á mig? Halló, ég skal semja sögu fyrir þig. Ertu að bjóða upp á lifandi tónleika hér í hádeginu á hverjum degi? Já, ég hef spilað hérna nánast frá því að ég opnaði. Þá hef ég spilað hérna í hádeginu. Hún veit það vel, hún öðruvís en annað fólk, en einbarleikin gefur. Því hamingjan heilsar þeim sem fara hugsun hefur. Á morgnana og morgunblaðið ber í húsið beint á móti mér og brosandi oní bringuna á sér hún hvíslar þessi orð. Halló, vill ekki einhver hlusta á mig? Jæja, þá erum við búin að koma víða við, en núna þarf ég að gera smá hlé og hleypa hérna að nokkrum tilkynningum. En sjáumst eftir smá stund, ekki fara langt.